Við erum alveg ótrúlega spennt að fara að bjóða upp á þetta nýja nám, þjónustutæknar, og þótt þetta sé nýtt fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá er þetta búið að vera ótrúlega lengi í bígerð, en Gylfi Skarphéðinsson sem var deildarstjóri undan mér og Viktor Ellertsson, mannauðssérfræðingur, að þeir eru svona að byrja þetta og núna erum við að sjá þetta verða veruleika og þetta tengist í nýja spítalann og þetta tengist í okkar sýn að reyna að létta undir klínísku starfsfólki og þetta svona, já, kemur inn það hvernig við getum gert það. Þjónustutæknanám er nýtt nám við Fjölbrautaskólann í Ármúla sem við erum að byrja á í haust og í samvinnu við Landspítalann. Þetta er 96 eininganám sem að þýðir í rauninu svona 3 bóklegar annir og svo verklegt nám, 24 vikur í vinnustaðanámi. Við ætlum að bjóða upp á þetta í margskonar formi. Það er hægt að læra þetta bæði í dagskóla og í fjarnámi að miklum hluta, ekki öllum. Við erum með ákveðna verknámsáfanga sem þurfa að vera staðbundnir og svo ætlum við að byrja á því líka að bjóða upp á sérleið fyrir vinnandi fólk. Það gengur út á að vera að vinna og 1 dag í skólanum í viku. Þetta er ótrúlega fjölbreytt og heilbrigðistengt það sem við ætlum að bjóða upp á. Áfangarnir á brautinni eru margskonar, til dæmis heilbrigðisfræði sem fjallar heilbrigðishugtakið og forvarnir og uppbyggingu heilbrigðiskerfisins, umhverfisfræði, þar sem við erum að tala sjálfbærni og alls konar umhverfisnálgun. Við förum í vettvangsferðir og skoðum alls konar hluti þar og til dæmis sálfræði, þar sem er verið að fjalla einmitt sjálfstyrkingu, að hitta fólk og eiga góð samskipti líka, vinna á streitu og kvíða og alls konar svona fjölbreytt nálgun í þessu. Námið getur nýst öllum heilbrigðisbrautum í rauninni. Þetta er mjög svona samkeyrt að því leyti til að við erum með marga áfanga sem eru á öðrum heilbrigðisbrautum og þetta er náttúrulega nám í formlega námsskólakerfinu og það er hægt að nýta þessar einingar í hvað sem er. Ef þú ákveður að verða síðan eitthvað annað, þá er það bara mjög auðvelt og alltaf þessar einingar og margar nýtast bara beint. Þetta er náttúrulega heilmikill ávinningur fyrir okkar fólk sem starfa nú þegar á Landspítala að taka þátt í þessu námi því að þannig geta þau fáið tækifæri til þess að efla sig í starfi og ná sér í heilbrigðistengda menntun sem er hægt að nýta svo áfram og svo náttúrulega gildir þetta til hækkunar á launum. Þannig að ég vil hvetja alla til þess að kynna sér þetta nám vel og sækja um. Fyrir þá sem eru nú þegar í þessu starfi á Landspítalann til dæmis, að þá erum við með leið sem kallast brúarleið og það er styttri leið sem að þýðir auðvitað örlítið færri einingar að því þeir hafa ákveðna hæfni. Þetta er ótrúlega spennandi fyrir okkar starfsmenn sem geta núna vaxið í starfi með þessu námi. Þeir geta í rauninni tekið þetta nám með vinnu og við getum metið hluta því sem þeir eru að gera. Þannig að þetta er bara mjög spennandi tímar núna framöndan. Umsóknarfresturinn hjá okkur er núna í maí. Það er gott að vera búin að sækja í endaðan maí en við höfum opið til síðasta lagi 10. júní og það er gert til dæmis á mentagátt.is.